Góðan daginn og gleðilegan hvíldardag og velkomin í Hvíldardagsskólann til okkar í Aðventukirkjunni í Hafnarfirði. Við vonum að þið hafið öll voðalega gott og það gleður okkur að vita að þið getið verið með okkur heima. Við ætlum að byrja þessa stund á því að syngja sálminn númer 192. Þessa vikuna erum við að ræða Jesús fordæmi okkar. Það er heiti leksíunnar þessara viku og þessi ársfjórðungur snýst allur menntun og þessa vikuna erum við semst að leggja áherslu á og skoða hvernig Jesús var hinn fullkomni kennari. Og hún Elísa ætlar að leiða okkur í þessari umræðu í dag. Já, góðan dag. Gaman að vita af ykkur heima eins og Sigrún sagði áðan. Við ætlum að ræða helstu punkta leksíunnar. Í Aðventukirkjunni þá erum við með svona biblíurannsóknarhefti sem er fyrir einn ársfjórðung, þannig að nú erum við á síðasta ársfjórðungi ársins og við erum að skoða menntun og hvað Biblían segir menntun. Og Kristján mun fylgjast með tölvunni, þannig að þið getið sent inn spurningar eða athugasemdir eða já, ég er sammála eða nei, ég er alls ekki sammála. Já, ég sé að við erum gleðilegan hvíldardag og gaman að sjá okkur öll eða segja að þið eru að skrifa hérna. Við erum búin að fá kveðju frá Steinunni í Mosfellsbæ, frá Grafarvoginum, frá Kristínu Láru og fjölskyldu, frá Eriku á Hraunheimum, frá Jón Holbergs og Hundadal og líka fleiri úr Mosfellsbænum, Edda Karlsdóttir og fleiri og við
bjóðum ykkur öll bara hjartanlega velkomin og hvetjum ykkur til að taka þátt og ég mun reyna mitt besta að lesa upp athugasemdir og taka þannig að þið séu líka með í umræðanum eins og hægt er. Já, þannig að áður en við flettum upp í Biblíunni og byrjum að lesa og spjalla saman, þá langum við til þess að biðja Jón Hjörleif að hafa bæn. Kæri Guð á himnum, við þökkum þér fyrir hvíldardaginn og fyrir það að við getum komið saman í návist þinni og þegar við erum núna að fara að ræða þitt orð, þá biðjum við þig að leiða umræður okkar og blessa bæði þá sem á hlusta og taka þátt. Í Jesú nafni, amen. Amen. Þegar við ræðum Jesú og frelsunar áformið og kannski sérstaklega fyrir okkur sem höfum kannski, alist upp í þessari trú eða verið trúi lengi, þá smám saman fara smáatriðin oft að dofna í hug okkur og við hugsum stóru myndina, Jesú kom, auðvitað, hann dó á krossi til að frelsa heiminn, hann fæddist sem barn og lifði sem maður á jörðinni og svo dó hann og reis aftur og fór til himna. En þetta er eitthvað svo sjálfsagt fyrir okkur núna, en er þetta eina leiðin fyrir Guð að frelsa okkur? Þurfti þetta allt saman að gerast akkurat svona eða hefðu kannski verið aðrir möguleikar? Þá er ég líka sérstaklega að hugsa það að, kannski fyrst, hvað er þetta, þetta er kannski spurning sem kallar það bara stutt svör, hefði frelsunar áformið geta farið á einhvern annan hátt? Ég held að mér finnst rosalega mikilvægt að þetta hafi gerst svona, út af því að, en ekki kannski að Jesús hefði getað komið bara í nokkra daga, dáið fyrir okkur, fært fórnina og frelsa okkur þannig. En það er rosalega mikilvægt fyrir okkur að hafa þetta fordæmi að hann lifði hérna á jörðinni og fæddist hér, ólst upp og fór í gegnum erfiðleika eins og við. Og við getum þannig að hann skilur okkur og hann getur sýnt okkur, ég skil hvað það er að vera mennskur og búa á þessari jörðu. Já, ég held einmitt að til að geta verið fordæmi að þá þarftu líka einhvern veginn að upplifa kannski einhverju leyti það sama og hinir. Þannig að Kristur er ekki bara, hann tekur þetta mannlega eðli og hann lifir þessu lífi sínu sem er okkur fordæmi. Og ég held að það sem er vilja gert, að hann fer í gegnum þennan lífsferil sem að mannfólk fer í gegnum almennt. Þannig að ég held að það sé alveg partur af þessu. Það er líka merkilegt því að það gefur okkur líka fleiri tækifæri til þess að átta okkur á lyndisengum Krists. Því við sjáum hann í mismunandi aðstæðum í gegnum árin, gegnum það að hann elst upp og líka fáum einmitt að, sem er kannski megin þema þessara leksíu, á ensku er þetta þýtt master teacher, en sem væri þá bara Jesús lærimestari. Þannig að þetta er svona, Mér finnst líka, það sem að þessi leksía þessari viku, það sem ég dró mest úr því er að það var svo mikið andlegt myrkur hjá fólki Guðs á þessum tíma og þannig kemur, fólk hafði svo skerta ímynd af Guði og þekkti í raun og veru ekki Guð og þá kemur Jesús akkurat á þessum tíma til þess að benda fólki á svona er Guð og hann sýnir fólki hvernig Guð er með því hvernig hann lifði. Ég held að þetta sé góður punktur og það sem að ég ætlaði að koma að líka með Jesú sem fordæmi ef að við tökum þetta upphaflega vandamál sem syndin er að Adam og Eva treystu Guði ekki og sem leiddi til þess að þau syndguðu og féllu frá Guði, þá lifum við núna við þetta vandamál sem syndin er að við höfum fallið brott frá Guði og eitt af markmiðum hans með því að frelsa heiminn, eða hann vill frelsa heiminn, en það er, og leksían kemur að því líka, það er ákveðin svona sáttagjörð í þessu.
Guð hefur ekki breyst neitt og hann sá sami og hann var alltaf, en mannkynið hefur fallið frá honum. Og þannig að þegar Jesú kemur til jarðarinnar, eða kom sem fordæmi okkar, þá vildi hann sýna aftur, eða eins og þú varst að segja, sýna það hver Guð og leiðrétta, eiginlega ímynd Guðs. Og líka með því að hafa Nýja testamentið og hafa þessa sögu skrifaða niður, þá getum við í dag, þegar við misskiljum Guð og fólk sem kannski þekkir ekki Guð, og við höfum öll einhvern tímann misskilið Guð og haldið að hann sé einhver annar en hann en þá getum við litið til Jesú og séð, svona Guð, þetta lyndiseinkunn Guðs. Já, ég sé hérna athugasemd sem segir ég nú sannfærð að Guð hafi gert það eina sem var hægt. Ef það hefði verið annar möguleiki hefði hann farið þá leið. Hvað segir þið? Þetta mjög góður punktur, mjög góð spurning og kannski eitthvað gott að þetta kom vegna þess að ég var ekki að meina það að það hefði verið einhver önnur leið til frelsunar, að Jesú hefði ekki þurft að deyja, en ég var að hugsa kannski að hann ekki þurft að fæðast í Betlehem, kannski ekki endilega í fjárhúsi, kannski ekki endilega vera 32, þú veist, kannski hefði hann verið 50 ár, kannski hefði hann verið 10 ára. Það það sem ég var að fara með, að nákvæm útfærslan á lífi hans á jörðinni hefði mögulega geta verið með öðru sniði. En ég samt sannfærð það að Guð gerði þetta nákvæmlega svona af tilgangi og við skulum skoða það. Ef við förum í Jóhannes 14 og endilega fletti þessu upp heima. Jóhannes kapla 14, vers 1 til 14. Þar förum við aðeins, sjáum við kannski spurningu og svar. Sigrún, getur þú lesið fyrstu, eða bara allt saman kannski? Við erum ekki svo marg til að skipta svo vel okkar. Já, Jóhannes 14, 1-14. Hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég er farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tek yður til mín, svo að þér séð einnig þar sem ég er. Veginn þangað sem ég fer, þekki þér. Tómas segir við hann, Herra, við vitum ekki hvert þú ferð, hvernig getum við þá þekkt veginn? Jesús segir við hann, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Ef þér hafið þekkt mig, muni þér og þekkja föður minn. Héðan af þekkið þér hann og hafið séð hann. Filippus segir við hann, Herra, sýn þú oss föðurinn, það nægir oss. Jesús svaraði, ég hef verið með þér allan þennan tíma og þú þekkir mig ekki, Filippus. Sá sem hefur séð mig, hefur séð föðurinn. Hvernig segir þú þá, sýn þú oss föðurinn? Trúir þú ekki að ég er í föðurnum og faðirinn í mér? Orðin sem ég segi við yður tala ég ekki af sjálfu mér. Faðirinn sem í mér vinnur sín verk. Trúið mér að ég er í föðurnum og faðirinn í mér. Ef þér gerir það ekki, trúið þá vegna sjálfra verkana. Sannlega, sannlega segi ég yður, sá sem trúir á mig mun einnig gera þau verk sem ég gjöri, og hann mun gera meiri verk en þau, því ég fer til föðurins. Og hvers sem þér biðjið í mínu nafni, það mun ég gjöra, svo að faðirinn vegsamist í syninum. Ef þér biðjið mig eitthvað í mínu nafni, mun ég gjöra það. Hvað, ef við drögum þetta saman, hvað er Jesú að segja hér? Mjög margt, ég veit ekki alveg í hvaða átt þú kannski vilt sérstaklega fara með það. Það er bara svo rosalega mikið í þessum texta. Já, ég meina það er loforðum að hann komi tilbaka að sækja okkur til svona, kemur þarna til að byrja með. En svo kannski kemur þessi, hvað má að segja, frægu vers, þegar Jesús segir hérna í 7. versi, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Ef þér hafið þekkt mig, byrjar vers 7, munið þér og þekkja föður minn. Héðan af þekkið þér hann og hafið séð hann.
Þannig að það er einhvers konar, ef maður hefur kynnst Kristi þá hefur maður kynnst Guði. Það er svona ákveðin þema í þessu líka. Já, eins og svarið hans við það sem að Filippus biður hann um. Sá sem hefur séð mig, hefur séð föðurinn. Já, lexían fer einblínir svolítið á söguna vitringana og það þegar Jesú fæddist í Betlehem og talar þetta, já, Jesú sem fordæmi okkar, en hvernig fordæmi var hann, og mig langar svona að velta því aðeins upp, hvernig getum við séð hver Guð út frá lífi Jesú. Til dæmis bara þegar hann fæðist, vitringarnir sem að voru að elta stjörnuna, voru þeir að búast, já, þeir voru að leita að konungi sem var að fæðast, fundu þeir það sem að þeir byggust við að finna. Þetta er kannski mjög leiðandi spurning. Já, nei. Já. Nei. Nei. Alls ekki. Nei. Hvað segir þetta Guð? Að Jesú hafi fæðst í fjárhúsi? Mikil auðmýkt og nú þegar mikil fórn, að fórna himnaríki og þessum guðdómi og til þess að vera lítið fátækt barn sem að fæðist í jötu. Það er nú. Já, og þó að það hafi komið vitringar þá var síðan reynt að sko taka hann af lífi þegar hann var rétt stutt eftir hann fæddist. Þannig að það er móttökur sem þú myndir halda að Guð myndi fá í heiminum, heldur. Nei, hann er auðmjúkur. Það er hægt að segja sem svo. Þetta er svona auðmjúk byrjun á lífi, því að eins og við segjum að já, ég er alveg sammála og það kom hérna fleiri kommentum það að við erum sammála það að Guðs áform eru fullkomin og þarna er hugsun á bak við allt, en hann hefði svo sem geta komið í heiminn og verið fullorðinn þegar hann komin í heiminn. Það er ekki eins og náttúruvísindin myndu stoppa Guð í því, en hann fæddist sem barn. Já, mér finnst líka athyglisvert bara við líf Krists að það hlýtur þá bara sem mennskt líf, reyndar spilar þetta inn í aðra guðfræðilega þætti, en það hlýtur þá að mótast líka af öðru fólki. Lífið mitt er ekki fyrirfram ákveðin einhver formúla sem ég bara ætla mér. Maður bara einhvern veginn kemur inn í lífið og svo vinnur maður úr hlutunum og maður myndi ætla þá að Jesús hafi ekki verið með einhverja fyrirframgerðana uppskrift. Eins og jú, það er auðmjúkt að fæðast í Betlehem, en hvað ef að til dæmis gyðingar hefði allir verið að bíða eftir honum? Hefði hann þá verið í jötu? Ég held að það sé frekar ólíklegt. Svo að ég held að kannski samfara þessari auðmýkt er líka bara rosaleg staðfesta. Það er bara að gefast ekki upp að einhverju sem er búin að ætla sér, þrátt fyrir að sé verið að leggja mjög miklar hindranir í götum hans og eiginlega líka bara mjög mikið sjálfsöryggi. Því það er náttúrulega hálf brjálæðislegt að kasta sér inn í eitthvað sem ómálga barn. Mér finnst það vera mjög sérstakt með Guð. Af því að svo er náttúrulega bara verið að reynt að farga barninu áður en það er 2-3 ára. Já, það er mikil áhætta í þessu sem hann tekur, út af því að við vitum náttúrulega að Guð hafði áætlun og spádómar og alls konar hluti sem myndi uppfyllast, en það er ekki eins og líf hans hafi verið auðvelt eða áhættulaust eða einfalt. Nei, myndu hér koma inn kommentum það eins og til að Guð er fullkomið foreldri, algjörlega skilyrðislaus kærleikur til okkar, fórnar fyrir okkur, börnin hans, fyrir okkar frelsun. Og Erik er hérna að benda á að það er kannski óljóst hvað vitringarnir vissu og væntust til að sjá. Þeir voru að lesa í spádómunum og þannig að þeir voru að þess vegna vissur af þessu, lásu í Jesaja 53 og aðra texta. Þeir líka virtust ekki vera of hissa að þeir trúðu þessu samt alveg, þeir færðu hann samt gjafirnar. Þeir voru samt samfærið, þetta er
þessi konungur Já. sem að stjarnan leiddi okkur til. Nei, eins og hérna, er það ekki Jesaja sem segir sko, nú er sonur oss fæddur, þannig að þeir vissu að hann myndi Já. fæðast, yrði barn, en svo bara leiddu þeir þangað til stjarnan var, þannig að það er ákveðin trú. Einmitt. Já. En svo spurningin einmitt eins og kemur hérna, hver er tenging fæðingu hans og vitringana og hvernig Jesú er fordæmi okkar? Það getur við spurt leksíuhöfunda Hérna, en það er þetta að Jesú er auðmjúkur og gefur okkur fordæmi auðmjúka mann og mér langar til þess að fara í Filippí bréfið Filippí bréfið 2. kafla og kannski ef þú ert tilbúin að lesa vers 5 til 11. Filippí bréfið 2. kafli, vers 5 til 11. Og með 11. Verið með sama hugafæri sem Jesú Kristur var. Hann var í Guðs mynd, en hann fór ekki með það sem feng sinn að vera Guði líkur. Hann svipti sig öllu, tók á sig þjónsmynd og varð mönnum líkur. Hann kom fram sem maður, lægði sjálfan sig og varð hlýðinn allt til dauða, já dauðans á krossi. Fyrir því hefur á Guð hátt upp hafið hann og gefið honum nafni sem hverju nafni er æðra. Til þess að fyrir nafni Jesú skuli hvert kné beygja sig á himni, jörðu og undir jörðu og sér hver tunga játa Guð föður til dýrðar. Jesú Kristur er drottinn. Hvaða máli skiptir þetta og vitringarnir og aðrar sögur, því hvernig tengist þetta Jesú sem fordæmi okkar? Ég held að það sé mikilvægt að skoða hver Jesús var og hvernig hann var og svo á eftir myndi ég gjarnan vilja líta á nokkur bara praktísk dæmi hvernig hann var, hvernig hann talaði, hvað hann gerði, svona praktíski hlutir sem að geta talist til fordæmis. Og já, mér langar að velta því fram líka þetta sem að við vorum kannski að tala í byrjun, syndafallið og þú nefndir myrkur á jörðinni og þörf fyrir það að leiðrétta eða kynna mynd Guðs aftur og það er eitt af, það var hluti af tilgangi Jesú að koma á jörðina. Það var ekki aðeins að deyja fyrir okkur og frelsa okkur en ég myndi vilja stinga upp á því að það hafi líka verið að koma með mótsvar við myrkrinu á jörðinni og Satan hefur ríkt á þessari jörð og hefur blekkt fólk og hefur gefið okkur, blekkt okkur til þess að halda að Guð sé annar en hann er og hann sé ósanngjarn og óréttlátur og ríki með hörku. En Jesú er lifandi dæmi og þess vegna segir hann bara ef þið hafið séð mig, þá hafið séð föðurinn. Og hann segir margoft að hann sé ljós heimsins, hann sé komið til þess að lýsa upp jörðina og gefa fólki sýn á svona andsvar við blekkingum Satans. Já, en hvernig, spurningin var þá... Og þá er spurningin hérna til dæmis. Hann var í Guðs mynd. Hvað segir textin það? Hvernig segir hvaða texti? Filippí eða? Já, sem vorum að lesa, Filippí, kapli 2. Já, hann var í Guðs mynd en fer ekki með þess að sinn feng að vera guðlíkur. Þannig að hann hefur ímynd Guðs en hann er ekki að nýta sér það. Hann er, hvað segir maður, ríkisstarfsmaður sem nýtir ekki ríkisstarfsmanna kostið sitt eða ég veit ekki hvernig maður getur reynt að færa þetta yfir á nútímann. Hann er skapari alheimsins en lægir sig samt fyrir mönnum. Já. Hann er ekki að nota guðdóm sinn sér til framdráttar. En svo kemur bara á versunum eftir, hann svipti sig öllu og tók að sér þjónsmynd. Og lagði sjálfan sig og var hlýðinn allt til dauða. Nú er leksían menntun og Jesús sem fordæmi og það hugsa kannski sumir, já en ég er ekki kennari.
ég vinn ekki í skóla. Það vill svo til að ég er kennari núna og vinn í skóla, þannig ég get kannski skoða þetta og hvernig get ég verið betri kennari. En ég held að við séum öll kennarar eða fordæmi einhvers, hvort sem að þið eru foreldrar eða hvort þið séu börn eða fullorðnir fordæmi systkina ykkar eða nágranna eða vinnufélaga, já, í uppeldishlutverki eða í beinni kennslu. Ég held að það eru allir fordæmi einhvers, hvort sem við vitum það eða hvort sem við vitum það ekki. Hvernig, og nú myndi ég vilja já, einmitt, ok, ég ætla að svara þessu. Ég ætla fyrst að spyrja, eða biðja ykkur að skrifa inn í spjallið einhver atriði sem að þið hafið séð og lesum í lífi Jesú hvernig fordæmi hann var, hvernig aðferðum hann beitti. Steinunn sem er kennari segir, mér finnst svo frábært hvernig kennari Jesús var. Hann notaði kennsluaðferðir sem eru nú mjög vinsælar, eða ég túlka sem eru vinsælar í dag. Og Helga segir, já, ég var einmitt að hugsa það sama. Og svo kemur kveðja frá Spáni. Við skulum ekki, já, einmitt. Þannig að endilega skrifiði inn hvaða atriði úr lífi Krists sjáu þið, hvernig kennari var hann og einhver praktísk atriði sem að við getum tilenga okkur og það væri ekki verra ef það fylgir með dæmi úr Biblíunni. Vitningaversið eða slíkt. Já, nei, það er með þetta, sko, kristileg menntun, hún fer út fyrir stofur skólans. Hún er líka bara, þú veist, það er verið að endurmennta heiminn í þessu viðhorfi sem við höfum til Guðs eða kannski ranghugmyndir í sömu leyti sem við höfum. Þannig að kristileg menntun er sannlega ekki bara eitthvað sem er inn í skólastofu, held ég. Já, það er náttúrulega dæmi í Filippíu. Það er fyrsta kannski dæmi sem við höfum og við höfum kannski talað nú þegar það. Það meinarðu dæmi að hann tók á sig þjónsmynd. Hann er leiðtogi sem að þjónar, kennari sem að þjónar. Já, og kannski bara til að bæta við það dæmi, þá þvoði hann fætur lærisveinanna. Ég vona að ég sé ekki að segja eitthvað undan einhvern sem er að skrifa, en það eru fleiri dæmi, þannig að... Svo erum við líka búin að ræða í 7. versi sem vorum að lesa núna í Filippí 2. kafla að hann misbeitti ekki valdi sínu. Sem alltaf, já. Sem er mjög freistandi að gera þegar einhver fær vald. Já. Nú ræði ég, nú gerir þið eins og ég segi. Já, þetta er náttúrulega mjög breið spurning. Ég meina, þetta skrifa margar bækur Jesús sem fyrirmynd. Svo ég ætla bara að skjóta út í margar áttir bara. Fyrsta spurningin er breið og ég myndi segja að þegar maður les Biblíuna þá er alltaf hætta á því að maður leiti að því sérstaklega sem maður heldur upp á áður maður byrjar að lesa. Já. Og þess vegna getur maður valið einhverja vissa texta Jesú og sagt, sko, sjáið, Jesú, hann var nú svona. Og þess vegna held ég að sé miklu betra kannski að reyna að, með mismunandi aðferðum, kannski bara skrifa upp lista, bara hvað er til í fari fólks, vont og gott, og hvar get ég haka við Jesú. En sem ég finnst að við oft málum svona einhliða mynd af Jesú, til dæmis það er voðalega vinsælt finnst mér í nútíma kristni að gera hann að passífum aumingja sem að enginn vildi hanga með. Einhver sem er alltaf blíður og góður, ef hann væri alvöru karlmaður, væri hann bara friendzónaður, myndi aldrei ná neinni stöðuhækkun, væri bara leiðilegur auli. Vegna þess að þegar við umgangust fólk, þá búist við meiru en bara einhverju einu atriði. Vegna þess að eitt til dæmis, sem maður hægt að segja til dæmis á móti því að hann sé blíður og góður við börnin og þetta sem við heyrum alltaf, er að Jesús tók rosalega miklar áhættur, Jesús var gífurlega hugrakkur, hann þorði að standa fyrir sínu, þrátt fyrir að hann misti vini,
þráttur að fjölskyldan misskildan, þráttur að fólk byrjaði bókstaflega að hata hann. Og reyna að drepa hann. Já, og það af besta fólkinu í landinu. Við erum svo vön því, sko, að við vitum hvernig sagan endar að faríseinni, það eru vondukallanir. En þeir eru náttúrulega bara prestarnir og guðfræðingarnir á þeim tíma. Þeir eru góða fólkið. Hann er svo skjön við samfélagið að hann einhvern veginn snýr öllu við. Þannig að ég myndi segja að það er hægt að finna fyrirmynd fyrir eiginlega bara öllum mennskum dygðum í Jesú. Það er það sem er svo ótrúlegt. Hann réttlætir engan löst og hann sýnir í verki hverja einustu dygð. Þannig að hann er ekki bara fyrirmynd hugrækra byltingar sinna og heldur ekki góðlátra og hlédægra manneskja, hann er bara fyrirmynd fyrir alla. Það geta allir litið til Jesú og séð bæði svona beitir hann sér, hér ég veikur fyrir, eða ég finn líka styrkja honum til þess að gera það sem ég hef skemmtilegast. Þannig að maður ætti að reyna að mála eins smáatriða mikla og heila mynda Kristi maður getur þegar maður lítur á hann sem fyrirmynd. Já, ég hef aldrei pælt í þessu svona, en ég held að þetta sé líka rosalega mikilvægt að draga fram vegna þess að við erum öll svo ólík og Jesús segir margoft í Biblíunni, ég er ljós heimsins, ég er ljós heimsins, ég er ljós heimsins, og svo segir hann í fjallræðinni, þið eru ljós heimsins, en við erum svo rosalega ólík og við höfum svo mismunandi persónuleika og við vitum það að við höfum alls konar galla sem að við viljum losna við og betrumbæta, en þessi svona, hvað segir maður, víðfeðmi, hvað segir maður, eða víðtæki persónuleiki Krist með alls konar mismunandi styrkjum þá kannski er enginn sem þarf að lesa Biblíuna og segja já, það geta allir samsvarað sig og í þessu það... Já, ég ætla einmitt að fá að koma að kommentunum líka, en mér finnst það samt svo góður punktur að Kristur er ekki, hann er ekki flatur pappír, hann er dýft. Hann er með djúpan persónuleika, hann er persónulegu vinur og hann er með djúpan persónuleika, hann er ekki bara svart og hvít, hann er með djúpan persónuleika og það er rignir inn og það er flott, það er gaman. Hér kemur mjög góður punktur, Jesú fór ekki í manngreinarálit, hann sá möguleikann í fólki, ég er að sameina nokkra punkta, hann sá tækifærin í fólki, hann hvað segir maður? Hann afskrifaði engan heldur, sá hvað þeir gætu orðið. Og gaf jafnvel fleiri tækifæri. Hann var tilbúinn að hjálpa okkur og sýna okkur kærleika. Hann leyfði nemendum að prófa undir hans leiðsögn og gaf þeim svo sjálfstæði og elskaði, sá möguleikann í öllum, segist einn hér, alveg sama hver við erum, bæti Kristinn Lara við. Og einmitt leyfir okkur að gera mistök og að barst fyrir lítilmagnan. Já, hann þorði að berjast fyrir lítilmagnan. Jesú var þolinmóður og umburðarlyndur en mjög ákveðinn. Og það er nefnilega, held ég, svo mikilvægt að hafa þetta í huga, sko, af því að einmitt, ef við segjum alltaf að Kristur er ljúfur og blíður, en svo er eitthvað sem hefur við kannski einhverja hugmyndum réttlæti og að Kristur sé dómari, eða að Guð sé dómari okkar. Ef hann er alltaf ljúfur og blíður, þá getur hann ekki barist fyrir lítilmagnanum. Nei, þá hefur hann ekki styrkinn til að fara á móti þegar það þarf. Þegar það er eitthvað ranglæti sem á sér stað. En þegar hann leiðréttir, þá gerir hann það samt í svo miklum kærleik og á hátt sem að kannski mörgum, við sjáum það alltaf mörgum leið, bara sumir eru reiðir þegar hann talaði, þó hann væri bara að segja eitthvað ekkert einu sinni stundum segir hann því hann öðru kyn, en stundum segir hann bara eins og maðurinn sem að byggði húsið og sumir verða bara reiðir. Og þá er það út af því hann höfðar til samvisku fólks og það er eitthvað innra með þeim sem að truflar þá, en ekki það að hann sé leiðilegur eða hrindi fólki í burtu eitthvað svoleiðis. Hann laðaði fólk til sín, en höfðaði til samvisku þeirra að vega og meta hvaða leið þau vildu fara. Og það er svo fallegt hvað hann gefst aldrei upp á fólki og það er enginn sem er bara of langt leiddur fyrir hann að frelsa og til þess að, til að taka inn til sín.
Nei, mitt og Kristín skrifa hérna, Jesús er mín fyrirmynd, þess vegna vil ég vera jákvæð, hjálpsöm, kærleiksrík við alla án skilja. Þetta er alveg, sko, já, það er þessi dýpt í persónuleikanum. Það er þetta, þú veist, eins og hérna kom líka, sko, Jesús var kjarkað hörkutól líka, sammála því. Það skrifa hérna aðeins ofar. Þú veist, það er mikilvægt fyrir okkur, held ég, að gera ekki Krist svo einfaldan að hann sé bara í einu boxi eða eitthvað svoleiðis. Já. Það myndi bara draga úr. Svo varðandi menntun, þá er það náttúrulega bara eftir því sem ég eldist, þá finnst mér alltaf meir til sögu Krists koma vegna þess að hann er svo ungur og ég held að sé hægt að draga mjög mikla lexíu af þöglu árunum hans Krists, ekki það hann hafi farið til Tíbet og gifst Maríu Magdalenu, heldur að hann var greinilega að undirbúa sig. Þannig að meira að segja Guð þegar hann var maður, þá sá hann ástæðu til þess að undirbúa sig fyrir það sem hann ætlaði sér að gera. Í sumum til dæmis hérna Guðspjöllunum sem eru ekki í Biblíunni og eiga ekki að vera þar, þá er Jesús strax bara byrjaður með hókus pókus þegar hann er barn, bara fæðist næstu í talandi og byrja bara að gera kraftaverk. Og það finnst mér endurspegla dálítið hjá okkur að við held ég svona almennt sér sem fólk, við erum treg til þess að vilja læra og þá sérstaklega það sem við þurfum að læra. Men Jesús, hann var virkilega undirbúið sig svo þegar hann kemur fram á sjónarsviðið og byrjar að halda sína fyrstu prédikanir og tala við fólk, þá bara er hann svo áhugaverður að það bara flikkist að hann fólk. Og hvenær hefur maður séð svoleiðis? Í dag erum við með heilan business, auglýsingar, bara til þess að sárbæna fólk að koma á eitthvað sem við erum með. Og þá segir fólk kannski bara, ég veit það ekki, ég nenni það ekki. Og meðan hjá Jesú þá var alltaf tekið fram í textanum, það var bara pakkað og komu allir úr öllum þorpunum og hann gat ekki sofið, þegar fólk elda bara, þannig að hann gat ekki borðað, þannig að hann hefur verið rosalega aðlaðandi fígúra líka, rosalega karismatískur og það finnst mér, og það bara dró hann ekki upp úr vasanum. Hann hlýtur að hafa verið að undirbúið sig og hugsa hvernig geri ég þetta, sem að ég myndi segja bendi til þess að menntun skipti máli og maður eigi að undirbúið sig samviskusamlega. En svo kannski ekki bara heldur bara leksjuna, mér finnst það eiginlega bara ótrúlegt og svo koma helstu fræði menninir í samfélaginu og hann getur bara svarað öllum. Hann er aldrei eitthvað óöruggur með sjálfan sig eða rekinn út í horn eða veit ekki hvað hann á að gera. Já, það er raun og verið hægt að tala endalaust þetta sko. Ég held að hluti samt líka af því af hverju hann var svona aðlaðandi fyrir fólk hafi verið lyndiseinkunn hans sem að var ekki eitthvað sjálfsagt og ekki eitthvað sem að fólk sá til dæmis í leiðtogum þjóðarinnar og fræðimönnunum. Algjörlega. Hann var öðruvísi. Já. Ég held líka bara að hreinskiptni og bara, sko, hann stóð fyrir það sem hann var að predika það sem hann stóð fyrir. Það skiptir líka rosalega miklu máli að vera einlægur í því sem þú ert að boða. Og þannig að boðskapurinn, hann stóð með boðskapnum sem hann var að færa. Og hér erum við með gott dæmi leiðbeinandi kennara sem leiðir mistök. Þegar Pétur skar eyrað af hermannum og Jesús segir honum að maður eigi ekki gera svona, ég er umorða, maður ekki koma svona fram. Og hann lagar mistök Péturs. Hann kemur ekki fram í textanum, hann ávíti Pétur og hann rak hann heldur ekki úr hópnum og við vitum að Pétur fekk líka fleiri tækifæri seinna meir líka þegar hann afneitar Kristi. Þannig að það er, já, hann gefur okkur fleiri tækifæri og leiðbeina okkur í gegnum lífið og í gegnum verkefni. Og gefst ekki upp eins og þegar hann segir bara, jæja, allt er lagi, ég er búin að vera með ykkur allan þennan tíma og samt skiljið ekki, en það mun koma sá dagur sem þið skiljið. Þú veist, búin að leggja alla þessa vinnu í þetta, en við hefum nokkra mínútur eftir og mér langar til þess að skipta aðeins eða snúa okkur að því, já, hvað getum við lært af þessu fyrir utan það augljósi sem við erum búin að draga fram að Jesú fordæmi okkar og hann vill að við séum líka ljós heimsins, að við lýsum upp dimmuna í kringum okkur og við lærum af honum. En svo er líka þetta í leksunni sem er sáttargjörð, þetta brottfall mannkynsins frá Guði
og að hann vill endurreisa ímynd sína á jörðinni og í fólki. Það kemur kannski, það var að koma inn kommentarlega svona undir lokina umræðan okkar varðandi það að Jesús var kærleikur og laus við alla sjálfselsku eða sjálfhverfu sem við sjáum svo víða og þess vegna hefur fólk laðast á honum. Og ég held einmitt að það er líka hluti af þessari sáttagjörð að vera ekki alltaf að hugsa sjálfan sig. Núna er þessi ekki að slá í mikrofónin. En að þegar við erum alltaf að spá í okkar eigin hagsmunum að þá sést það í gegn og hræsni er rosalega fráhrindandi, Já. En það við hugsum stundum það, og það var svona allavega ein hugsun sem ég heyrði þegar vorum að undirbúa okkur að þegar að við sættum hvort annað mannfólkið, að þá oftast ekki þannig að það sé bara annar sem erum að kenna. Ég meina það eru tilfelli þar sem það er kannski skýrt að annar hefur brotið af sér en sættinar eru oftast einhvers staðar mitt á milli. Fólk hefur báðið orðið mistök og svoleiðis. En er það ekki svolítið öðruvísi í okkar sáttagjörð við Guð? Því að Guð hefur ekkert gert okkar hlut. Nei. En samt það hann, yfirleitt ef einhver gerir eitthvað okkar hlut, þá ætlustu til þess að þau komi til okkar og biðja okkur afsökunar. Ég gerði ekki rangt, það varst þú voru að koma til mín og þú voru að leysa þetta einhvern veginn. Já. En Guð beið ekki eftir að við kæmum til hans. Heldur kom hann til okkar, þó svo að við sem að brutum á honum. Og kom líka í svona mikilli auðmýkt og sjálfsafneitun og var aldrei sjálfselskur í þessu öllu saman. Já, og raun og veru gengur svo langt að hann leggur líf sitt í veði til þess að sættast við okkur, að sætta mannfólki við Guð. Þannig að þetta er ekki lítill eiginleiki sem Kristur hefur sem sáttargjörðar maður í raun og veru. Og ég veit ekki, kannski er það líka mikilvægt fordæmi fyrir okkur að geta einhvern veginn tileinkað okkur þetta líka. Því að okkur er einmitt tamt þetta að einhver gerir eitthvað minn hlut og þá ásá viðkomandi að koma en hvernig er fordæmi Krists í þessu og hvernig fer það með fjölskyldur, samfélög, kirkjur, bara samfélagi í heild sinni þegar við erum með áralangar deilur eða slíkt. Þú veist, er það ekki svolítið ólíkt því sem við sjáum í Guðsríki? Við viljum ekki sjá einhverja sem vil ekki búa í sama húsinu í himnaríki. Það verður ekkert vandamál þar. Þannig að, ég veit ekki, kannski þurfum við bara að æfa okkur í þessu eins og öllu öðru. Að vera kærleiksrík og fyrirgefa öðrum því að ekki getum við verið að halda í þetta endalaust. Það skaðar okkur oft mest, heldur frekar einhver annar. Mjög góð spurning. Hvernig getum við tekið þátt í þessari sáttagjörð? Og svo er annað komment hér. Jesús sagði, það er ekkert mál að elska þá sem elska þig, en verkefnið okkar er að elska alla, þjóna öllum og fyrirgefa öllum. Hvernig getum við tekið þátt í þessari sáttagjörð? Og þá myndi ég hugsa að kannski er þetta tvennt, en samt líka einn og sami hluturinn. Að taka þátt í þessari sáttagjörð með Guði, að fara aftur til hans og að sættast við náungan. En kannski fer þetta saman líka. Já. Já, ef það er hægt að fara í gennum sjálfshjálpar lýsingu, orðið í spegilinn, hringdu þó þú viljið það ekki, eitthvað svona, eða eftir að tala um svona stóra guðfræðilega pælingar. Ég villist smá í svona stórum spurningum. En jú, ég held að, eins og segir Jesú ekki eitt skipti þegar hann er búinn að fara með faðirvorið, hann segir þið verðið að fyrirgefa öðrum, annars mun Guð ekki fyrirgefa ykkur. Sem myndi sýna þá að þarna tengist það. Og ég held að kannski sé engin sérstakur röð á þessu, ég held að þetta fari bara saman. Að ef maður reynir að gera upp sín mál við Guð, þá held ég að manni líði strax þægilegar í garð annarra.
af því að maður fær gott viðhorf frá Guði til sín Já. og þá hefur maður eitthvað að gefa til annara. En svo líka þá það bara skrítið, ef maður fyrirgefur einhverjum sem maður bara hefur kaldar tilfinningar til, þá það líka léttir. Ég held að það skipti ekki endilega máli í hvað röð, ég held að þetta fari á endanum saman. Nei, mitt og hér kemur... Ég nefnilega sérsfræðingur í að fyrirgefa fólki. Það gera svo margir á hlut minn og ég og þeirra. Já, nei, en það kemur þetta mjög gott komment að við getum ekkert án Guðs, en með honum þá getum við allt. Og ég held að það sé einmitt, sko, og hérna er mér líka einn komment, við mannfólki viljum alltaf kenna öðrum mistök okkar í staðinn fyrir að játa syndir okkar. Og ég held að það sé líka alveg rosalega mikill punktur og hluti af svona auðmýkt eða þannig að þegar einhverju verður á, þá stundum getum við bara sagt, já, þetta gerðist, þetta er búið, það þarf ekki að kenna kannski einhverjum það eða þannig, sko. Já. Ég held að sé samt líka mikilvægt að muna að Guð er búinn að sætta okkur við hann og hann er búinn að færa fórnina, að við þurfum ekki að færa einhverjar fórnir eða þú veist svona, við þurfum ekki að þjást og gera eins og hann gerði, hann er búinn að gera þetta, við þurfum að taka við þessu. Það er rauninni það sem við þurfum að gera bara. Taka við gjöfinni sem hann er búinn að bjóða okkur upp á. Einmitt, að fyrirgefa í hjarta sinni kemur hérna komment inn hvort sem það er meðtekið að viðkomandi eða ekki. Og Páll segir, látið sættast við Guð, verið sáttagjörða menn, verðum fyrst að vera sátt við Guð og svo kemur að tekið undir punktinn þinn, Sigrún, við þurfum ekki að gera neitt til þess að Guð elski okkur, það er alveg rétt. Við erum ekki að vinna okkur inn frelsum og það er alveg hárrétt, en við getum samt líka, sko við þurfum samt að velja að fylgja Guði og gera það á hverjum einasta degi og það getum við gert með Guðs hjálp líka, en við megum heldur ekki segja við þurfum ekkert að gera og þess vegna getum við bara gert það sem okkur sýnist. Það er hinn öfganir. Já, það er ekkert frelsi í því. Guð frelsa okkur ekki til þess að vera bara þar sem við erum. Nei, og það er líka alltaf spurningin þessa, sko, til hvers er verið að fyrirgefa? Er það fyrir afbrotamannin eða fyrir einstaklingin sjálfan sem veitir fyrirgefningu? Já, og það er það sem við verið að ræða núna hérna á spjallinu, að fyrirgefning er lífsnauðsynleg fyrir hvern og einn. En fyrirgefning er ekki endilega samþykkja það sem gerðist. Og það er mikilvægt að muna þetta því að það eru alls konar atburðir og alls konar hlutir sem geta komið upp þar sem að fólk er beitt órétti, bara bókstaflega, og það er engin vafi eða túlkunaratriði eða eitthvað svoleiðis. Og svo er náttúrulega önnur dæmi þar sem eru deilur sem eru óljósari og svoleiðis. En þó að við ákveðum að fyrirgefa fólki, þá þýðir það ekki endilega að það sem þau gerðu hafi verið í lagi og við sem að samþykkja það. Já, eða það séu engar afleiðingar. Það þýðir ekkert endilega það. Ég meina, hversu oft hefur þetta komið upp í dómskerfum heimsins að það segir einhver, heyrðu, ég ætla að fyrirgefa þessum, hann gerði þetta á minn hluti eða hann jafnvel myrti ættingja minn eða bróður minn eða konuna mín eða eitthvað og réttarsalurinn segir bara, gott og blessað, þú ert búin að fyrirgefa, en lögin segja, þú átt að fara í fangelsi. Þannig að það er ekki endilega þannig að maður fyrirgefi einhverjum og það séist þá afleiðingarlaust brotin. En núna erum við komin í svolítið aðra umræðu og við þurfum því miður að fara að ljúka, en við ætlum að hafa bæn og svo bið ég ykkur að fara ekki langt, kannski bara sækja vatnsglas og sálmabækurnar ykkar því að það hefst guðþjónusta eftir smástund og í dag er mjög merkilegur dagur og ef það kveikir ekki neinu bjöllum strax þá munum við komast að því í guðþjónustunni. En vilt þú hafa lokabæn fyrir okkur? Já, við skulum gera það. Lótum höfðu bæn. Kæri himneski Faðir, við þökkum þér fyrir það að við getum komið saman á þennan hátt allavegna og við þökkum þér fyrir að þú leiðir okkur og vendur okkur og þú gefur okkur þeim hvíldardag til að koma saman og lofa þig. Biðjum þig að blessa áfram þessa stund, biðjum að vera með öllum sem er að horfa á þeim sem er að reyna að tengjast. Biðjum þess í Jesú nafni. Amen.
Góðan daginn og gleðilegan hvíldardag og verið hjartanlega velkomin hérna í Aðventukirkjuna í Hafnarfirði á netinu og við erum mjög glöð að vita því að þið eru þarna að horfa og fylgjast með og að við getum verið með guðþjónustu á þennan máta. Það er nú mun betra en kannski ekki neitt og okkur langaði til þess að byrja þessa stund á því að syngja sálmi númer 16, Ó mildi Guð. Nú ætla ég að lesa ritningaversið fyrir daginn í dag og það er 2. Korinthubréf, 4. kafli og 7. vers. 2. Korinthubréf, 4. kafli, 7. vers. Því að Guð sem sagði, ljós skal skína fram úr myrkri, hann lét það skína í hjörtu vor til þess að birtu legði af þekkingunni á dýrð Guðs, eins og hún skín frá ásjónu Jesú Krists. Við skulum biðja. Kæri himneski Faðir, þakka þér fyrir þennan dag og þakka þér fyrir að við getum lofað þig sama hvar við erum stödd. Þakka þér Drottinn fyrir að þú passar okkur, þú sérð vel okkur og þakka þér Drottinn að við getum alltaf leita til þín í öllum erfiðleikum. Guð, þú þekkir erfiðleika hvers og eins og hvað við erum að ganga í gegnum í okkar lífum, hvort sem það sé að hvort sem að við séum við slæma heilsu líkamlega eða andlega. Drottinn, ég bið að þú komir inn í líf hvers og eins og við mættum læra að treysta þér og hafa gleði í þér. Ég bið Drottinn að þú leiðir þessa stund og blessir okkur öll hér í dag. Í Jesú nafni, amen. Þá ætlum við að syngja sálmi númer 224, að vera þinn. Thank you.
Þá munum við fá að heyra tónlistaratriði á meðan það verður sett upp á skjáin hvernig þið getið fært gjafir ef þið viljið það. Kæri himneski Faðir, þakka þér fyrir að við búum í frjálsu landi og þakka þér fyrir þær gjafir sem að þú gefur okkur. Og ég bið Drottinn að þú blessir þær gjafir sem við færum þér tilbaka, þær tíundir sem að við skilum til þín og þær mættu vera til blessunar og þær mættu vera til góðs fyrir starfið þitt hér á Íslandi. Ég bið þess í Jesú nafni. Amen. Þá ætlum við að syngja barnasálm og það er sálmur númer 83, Ó vef með vængjum þínum. Þá ætlar Jón Hjörleifur að vera með barnasögu og svo ræðuna og Elísa ætlar að þýða yfir á ensku. Gleðilegan hvíldardag, öll sömul. Ég að bíða eftir túlknum mínum. Happy Sabbath, everyone. Svo barnasagan í dag daginn í dag. Today's children's story is about today. Vegna þess að það alveg hrúga af hátíðisdögum sem núna í gangi. Because there are so many important days right now. Ég veit ekki hvort þið hafið séð að það verið að selja grasker sumstaðar í búðum á Íslandi og það ekki til þess að borða þau. I don't know if you've noticed pumpkins in most of the stores and they're not meant to be eaten. Heldur tekur fólk þessi grasker og það gerir svona andlit á þau, setur kannski kerti innan í og þá lýsir svona andliti kannski óhugnarlega. But people carve them out and place a light inside so that they shine and show some
image. Og svo hægt að fara í sníkitúr hverfið til þeirra sem að mun eftir því að þessi hátíð í gangi í kvöld. And in some places it's possible to go and knock on people's doors and ask for candy. Það hrekkjavakan. That is Halloween. Eða Halloween eins og það mun heita í íslenskum orðabókum framtíðarinnar. Það fyrsta hátíðin sem núna í kvöld. That is one important holiday today. En það meira. But there's more. Vegna þess að Halloween eða hrekkjavaka bara fyrsti dagurinn af 3 dögum sem að fólk heldur upp á. Because Halloween is the first day of 3 that people celebrate. Þetta nefnilega kaþólsk hátíð. Because this is a Catholic tradition. Og hún tengist sem sagt öllum sem að hafa dáið. And is connected or linked to everyone that has died. Og það svona áhersla á kannski þá sem eru vondir sem hafa dáið fyrsta kvöldið. And on the first night there's an emphasis on all the bad people that died. En aðalega dagurinn sem kemur á morgun, það sem sagt dagur allra hinna helgu, All Saints Day. But tomorrow is All Saints Day. Og svo 2. november. And on the 2nd of November. Þá allra sálna dagur. There is a day called All Souls Day. All Souls Day. Svo þetta sem sagt 3 dagar sem eru kaþólsk hátíð. So 3 days in a row that are a Catholic tradition. En allir, hvort sem eru kaþólskir eða ekki, halda mikið upp á hrekkjavökuna, fyrsta kvöldið. But many people, whether they're Catholic or not, celebrate Halloween. En svo enn önnur hátíð eða tyllidagur sem í dag. But there is another important day today. Og það siðbótardagurinn. That is the Reformation Day. Það vegna þess að fyrir 503 árum 503 years ago, þá var maður að nafni Martin Luther was a man named Martin Luther sem að gaf út sérstakt blað á þessum degi. who published an important document on this day. Ég veit að þetta hljómar kannski miklu minna spennandi en hitt. Maybe this doesn't sound as exciting as the other En holiday, þetta breytti öllum heiminum, þetta eina blað. but this document changed the world. Svo kannski geta foreldrar ykkar sagt ykkur meira frá þessu. So maybe your parents can tell you more about this day. Og þið getur bara spurt þau, viltu útskýra fyrir mér allar 95 greinarnar aflátssöluna? Ég vissum að þau verða mjög spennt í að gera það. And please ask your parents to explain all the 95 theses. I'm sure they will be thrilled to En do þið so. getur kannski, ef þau segja ykkur smá frá Luther, sem ég mun líka tala But if they tell you a little bit more about Martin Luther, Þá which I geti- will also do today, þá getið þið kannski teikna mynd af honum með bara sýnt smá sköpunargáfu, þið getið alveg útfært þetta á einhvern hátt og sýnt mynd á honum þar sem hann nefnilega neldi þetta blað á dyrnar á kirkju. then you can use your creative abilities and draw a picture of Luther nailing the 95 theses on the church door. En fyrir okkur hinn fullorðnu, But for the rest of us, the þá adults, tekur núna við minna kannski frjálslegt en teikning. we'll discuss other things than drawings. Erindi mitt í dag heitir Hverjir eru arftakar Luthers? My thought today is called Who are the heirs or successors of Luther? Og þetta þá stutt hugleiðing í tilefni siðbótardagsins í ár. And this is a short reflection in memory of the great Reformation Day. Og það sem heitir hugleiðing, þá mun ég ekki vera með mikið af löngum flóknum tilvitnunum, af því þá þetta fyrirlestur. I won't have a lecture or many quotations. Og þetta ekki prédikun vegna þess að ég mun ekki vera að vitna mikið í Biblíuna. And this is not really a sermon either. I won't be reading much from the Bible. Heldur þetta hugvekja eða hugleiðing. But this is more of a reflection. Svo mér langar að fá ykkur til þess að hugsa smá með mér, velta þessum degi fyrir okkur. So I want you to think with me and think about this day. Við höldum upp á atburði vegna þess að þeir skipta okkur máli. We celebrate events because they are important to us. Svo við getum þá í dag velti fyrir okkur hvaða máli skiptir þessi siðbótardagur í dag. So today we can think, what does this day matter, this Reformation Day? Og ef við kannski skerpum aðeins á spurningunni þá getum við sett hana fram svona: hvernig læri ég af siðbótinni eða
ennþá betur tiltekið bara hver arftaki Lúthers í dag? And we can clarify the question and ask, what can I learn from the Reformation and who is continuing the Reformation today? Vegna þess að við erum að halda upp á þetta, ekki satt? Because we're celebrating this. Og við tölum í Hvíldardagsskólanum að við lesum Krist ekki bara til að segja, já, mikið þetta nú góð bók og svo lokum við henni og gleymum henni. And we were discussing in the lesson that we don't just read about Jesus' example and then close the book and say, that's nice. Svo ég ætla að reifa 3 mögulega arftaka Lúthers í þessu erindi. I want to consider 3 possible heirs or successors of Luther. Fyrst gætu við nefnt til leiks lúthersku kirkjuna. We could, of course, mention the Lutheran Church. Þegar Lúther setur fram sína guðfræði, þá hann í raun og veru að taka fyrstu skrefin að því að stofna nýja kirkju. When Luther takes his first steps, he is, in fact, starting a process of creating a new church. Hann ætlaði sér ekki endilega að gera það í byrjuninni og hann valdi ekki nafnið á hana. He didn't really intend to do it and he didn't choose the name. En nafnið Lútherskirkja og Lúthers trú festist. But the name Lutheran religion and the Lutheran Church stuck. Og þessar lúthersku kirkjur sem voru stofnaðar þá hafa verið til síðan. And these Lutheran churches that were established then still exist today. Þær eru aðalega í norðvestur Evrópu. They're mostly northwestern Europe. En það svona helmingur lúterskra sem að byggir okkar álfu. But about half of the inhabitants of our continent are Lutheran. Þetta var smá óljóst mér, það að segja helmingur lúterskra býr í Evrópu. Okay. Or rather, about half of the Lutheran people of the world live in Europe. Á Íslandi til dæmis þjóðkirkjan, lútersk evangelísk kirkja. We have a Lutheran State Church in Iceland. Og lútersku kirkjunar eru því formlegir arftakar Lúthers, þær hafa bókstaflega haldið áfram að vera trúfélagið sem að hann stofnaði og eru til í dag. So the Lutheran Church is officially and formally the successors because the church still exists. Þær hafa hins vegar breyst. But they have changed. Og það nauðsynlegt að skoða það aðeins þegar maður velti fyrir sér hver arftaki Lúthers. And it's important to note that when we look at who the heirs of Luther are. Svo siðbótin sem að Lúther byrjar þarna 1517. So the Reformation that Luther starts in 1517. Fólk ekki alveg viss hvenær maður eigi að telja henni sér lokið sem tímabili. People don't agree on when to close that period. En sumir sagnfræðingar segja að það sé hægt að miða við árið þegar 30 ára stríðið hætti. But many historians say that we can aim at the year that the 30-year war finished. Það var 1648. That was 1648. Og þá var eiginlega trúarleg skipting álfunnar komin í stöðugt form. And by that time, the division or the geographical locations of which church was where was quite formed in Europe. Svo deyja siðbótamennir, Lúther og aðrir samstarfsmenn hans. And then Luther and other reformers die. Og þá talað að upphefjist svokallað rétttrúnaðar tímabil í lúterskri kirkju. And a sort of an orthodox period starts in the Lutheran Church. Og það varir svona sirka, það aldrei eitthvað eldklárar tölur á þessu, það varir sirka frá 1580 til 1730. It lasts approximately from 1580 to 1730. Svo Lúther og aðrir, þeir eru brautryðjendur, setja fram nýjar hugmyndir. So Luther and others are pioneers and bring some new ideas. Og það fellur í hlutskipti þeirra sem koma á eftir að koma reglu á þessa hluti. But the men after them, they sort out and try to organize these ideas. Settu það í kerfi. They created systems. Útskýrðu það sem að Lúther og aðrir höfðu kennt. Explained the teachings of Luther and others. Og varðveittu þessar kenningar. And preserved these teachings. Svo þetta rétttrúnaða tímabil einkennist því af íhaldssamri tryggð. So this period is marked by conservative loyalty to these ideas and teachings. Svona eiginlega kreddufestu. Ég að gera túlkandur mínum lífi leitt, en sjáuð hún að gera þetta alveg blaðalaust. Ég hins vegar með blöð, ég get alltaf gáð. Svo
líður tíminn og þegar tíminn líður, þá breytast hlutir. As time passed, emphasis and things changed. Og trúin gerir það líka. And so does religion. Og það auðvelt að skilja af hverju. It's easy to understand why. Vegna þess að Lúther auðvitað lifir í vissu sögulegu samhengi. Because Luther lives in a certain historical and situational context. Og hann að setja sína trú fram í því samhengi. And he presents his faith in that context. Hann einn maður á móti öllum heiminum til að byrja með. He's one man against the whole world to begin with. En þegar það komin skikkan á hlutina, þá eru sum lönd mótmælenda trúar og önnur kaþólsk. But after some time, some countries have become Protestant and others remain Catholic. Og það var ekkert sérstaklega hættulegt eða erfitt að vera mótmælandi. And it wasn't particularly difficult to be Protestant. Aðra breytingar sem áttu sér stað voru þær að endurreisnin og siðbótin ollu meira frelsi í Evrópu. Another thing that happens is that the revival and reformation actually causes more freedom to arise in Europe. Þetta sást í auknum framförum á öllum sviðum. This could be seen in various improvements in society. Og í meira umburðarlyndi í mótmælandalöndum. And also more tolerance in Protestant countries. Það var í raun og veru auðveldara að vera ekki alveg rétt trúaður í mótmælandalöndum. It was easier to be maybe doubting or a disbeliever in Protestant countries. Og þessu fylgdu nýjar áskoranir fyrir þá sem voru trúaðir. And this presented new challenges for those that were religious. Trúaðir þurftu núna að svara spurningum frá trúlausum. Now Christians had to answer questions from disbelievers. Og líka reyna að máta trúna sína við aukna þekkingu. And try to fit their beliefs with increased knowledge. Þetta var sérstaklega mikið vandamál á 18. öld. This became a big problem in the 18th century. En við köllum 18. öldina vanalega tíma upplýsingastefnunar. But that is the age of enlightenment. Skynsemishyggju óx fiskur hrygg. Reason becomes very popular. Gríðarlega framfarir eiga sér stað. There are great improvements. Þökk sé til dæmis uppgötvunum Newtons heiminn. Thanks to Newton. Þökk sé iðnbyltingunni í tækninni. Thanks to the Industrial Revolution, there were technological advances. Og lúterska kirkjan tekur líka miklum breytingum. And the Lutheran Church also changes quite a bit. Á 18. öld verður nefnilega til það sem við köllum í dag frjálslynd guðfræði. In the 18th century, there is something presented which is called liberal theology. Og með tímanum þá verður hún akademist norm í skólum Þýskalands og annar staðar. And with time it becomes the academic norm in schools in Germany. Auðvitað halda áfram að vera einhverjir íhaldsamir. Of course, some people are still conservative. Það réttar sagt ekki áfram, þeir sem sagt fylgja ekki þessari þróun að öllu leyti. Or at least don't follow this trend. En frjálslynd guðfræði tekur yfir að miklu leyti evrópskan lúterisma. But liberal theology takes over European Lutheranism. Og heldur síðan áfram að þróast í takt við tíman. And continues to evolve with time and changes. Frjálslynd guðfræði þá í raun og veru ekki trúleysi. So liberal theology is not unbelief. Hún eiginlega svokallaður þriðji vegur. It's what's sometimes called the third way. Hún fetar milliveg milli trúleysis í nafni nútíma þekkingar. It finds a middle way between unbelief and modern knowledge and society. Og trúar sem neitast að horfast í augu við nútíma þekkingu. And faith and religion that denies modern knowledge. Þetta merkir að lúterskirkja í dag getur sennilega aðeins talist formlegur arftaki Lúthers. This means that the Lutheran Church today can only really be the formal successor of Luther. Já, vegna þess að lúterskirkja hefur eiginlega skilið hann eftir í fortíðinni. Because the Lutheran Church has kind of left Luther in the past. Þetta alls ekki meint sem ásökun. This is not ásökun.
condemnation. Yeah, this is not an accusation or condemnation. Heldur meira bara svo staðreind að frjálslynd guðfræði hefur sagt skilið við margt af því sem að Lúther trúði á. But just the fact that, it is just a fact that the Lutheran Church has left some things behind that Luther believed in. Og vegna þess að hún lítur tilbaka og segir Lúther var uppi fyrir 500 árum. Because they look back and say, well, Luther lived 500 years ago. Ef að hann gæti komið til okkar í tímavél, If he would be here today through a time machine or something, myndi hann ekki breyta ýmsar skoðanir? wouldn't he have changed his opinions? Sennilega, Probably. svo að þó að við kannski fylgjum ekki öllu sem hann trúði, þó þýðir það ekki að við séum á móti honum, So even though we don't believe everything he believed, doesn't mean that we're against his teachings. heldur bara að við höfum haldið áfram. We have just advanced since then. En ef maður les Lúther heiðarlega þá held ég að hann myndi eiginlega fá hjartaáfall ef hann færi inn í lúterska kirkju í dag. But if we read Luther's writings with honest glasses, we could see that Luther would probably receive a heart attack from walking into a modern Lutheran church. Vegna þess að Lúther leit á marga hluti bókstaflega sem mjög mikilvæga. Because Luther viewed many things literally very important. Sem að í dag eru ekki teknir lengur bókstaflega af kirkjunni. That the church does not view literally anymore. Svo gott og vel, ég á mjög lítinn tíma eftir, svo ég þarf að... I need to keep going because of the sake of time. Já, alltaf ég held bara áfram. En þá getum við velt fyrir okkur næsta möguleika. Getur verið að íhaldsamir lúterskir séu kannski betri arftakar Lúthers? But is it possible that the conservative Lutherans are the successors of Luther? Þeir eru ósammála frjálslyndri guðfræði. They do not agree with liberal theology. Þeir telja sig standa vörð það sem að Lúther trúði á. They view themselves as preservers of the true Lutheran faith. Og það hægt að segja að þeir eru að minnsta kosti nær Lúther í skoðun en frjálslyndir. And it can absolutely be said that they are much closer to Luther's teachings than the liberal theologians. Og það hægt að taka undir með þeim að Lúther leit á sig sem mann sem hafði höndlað hinn hinsta sannleika. And they can see that Luther viewed himself as someone that had seen the truth. Samkvæmt spádóma túlkun og guðfræði Lúthers, according to Luther's interpretation of prophecies, þá var hann búinn að endurheimta hið glataða eða gleymda fagnaðarerindi. then he had gained the lost gospel. Já, eftir alla þessa kaþólsku villu miðalda þá grefur hann sannleikan upp úr Biblíunni, dustar á hann rykið og óhreinindur segir, hér er sannleikurinn aftur, punktur. After the Dark Ages and Catholic corruption, he had seen the Bible, read it, and found the gospel again. Svo mjög var Lúther á móti trúarbreytingum sem fóru lengra en hann hafði litið á sem sannleika. And Luther was very much against ideas that went further than the truth that he had found. Að hann til dæmis sleit tengsl sín við siðbótarmennina í Sviss. He, for example, distanced himself from the reformers in Switzerland. Út af einu aðal trúaratriði. Mainly because of one teaching. Þegar hann síðan frétti að sumir þeirra hefðu fallið í trúarstríðunum sem geisuðu. And when he learned that some of them had lost their lives in the religious war, þá sagði hann, jæja, þá Zwingli komin til helvítis. And he said, well, Zwingli is in hell now. Það vandamál hins vegar að líta á íhaldsama lúterska sem arftaka Lúthers. But there is a problem with looking at conservative Lutherans as the successors of Luther. Vegna þess að þegar betur aðgáð, þá fylgja Lúther ekki öllum skoðunum hans. Because when we look closely, they don't follow or agree with all of Luther's teachings. Hér má til dæmis nefna gyðingafyrirlitningu Lúthers. And here we can mention anti-Semitism. Það alveg sagt að þetta var tíðarandinn bæði fyrir daga Lúthers og eftir. It's true that this is just how society was, both before and after the time of Luther. En Lúther, sem var frekar stórbrotinn og gífur yrtur karakter,
But Luther was a very big character. Hann sagði að það væri helst bara best að brjóta og bramla öll samkunduhúsin og flæma gyðinga af landi brott. He said it would be best to destroy all the temples of the Jews and kick them out of the country. Þessa skoðun hafa íhaldsamir lúterskir ákveðið að leggja til hliðar. Conservative Lutherans have decided to remove this idea. Og það sýnir strax And it shows already að þeir eru ekki beinlínis að fylgja öllu sem að Lúther hefur sagt, that they're not following just literally everything Luther wrote, heldur því sem þeim finnst ennþá vera gott og rétt í því sem að Lúther kendi. but rather select the teachings of Luther that they think are relevant and good. Og nú kannski haldið þið, þetta nú kannski ósanngjarnt, ég meina antisemitismi svo augljóslega röngskoðun. But now you maybe think, well, this is not fair. Of course, anti-Semitism is obviously a wrong idea. En þetta opnar samt dyrnar upp á gátt, But this does open the door. getur verið að Lúther hafi rangt fyrir sér í einhverju öðru líka. Could it be that he's wrong here and here and here and in other things? Til dæmis, hvað með þegar frjálsleiti guðfræðingar segja að halda í sköpun, þróunarkenningin hefur afsannað þetta. Like when liberal theologians say, what about creation? We already have science that disproves it. Eða þegar við lítum til svissnesku siðbótarinnar, Or when we look at the Swiss Reformation, getur verið að þeir hafi haft rétt fyrir sér varðandi síðustu kvöldmáltíðina en Lúther ekki. is it possible that they could have been right about the Last Supper, but not Luther? Og þetta leiðir okkur eiginlega að þriðja mögulega arftaka Lúthers, And this brings us to the third possible successor of Luther, sem væri þá að fylgja einhverjum vissum prinsipum sem að Lúther fylgdi, which could be to follow certain principles that Luther followed and believed in, og stoppa ekki þar sem að hann stoppaði. and not stop just where he stopped. Þetta var gert strax á tíma Lúthers. This was already happening at the time when Luther lived. Það voru margir sem að fögnuðu siðbótarstarfi hans There were many that celebrated his Reformation og tóku þátt í því með honum, and participated in it, en fannst hann hefði gleymt ýmsu hér og þar. but felt that he had forgotten some things or missed certain things. Svissnesku siðbótamennir eru til dæmis fyrir mjög miklum vonbrigðum þegar Lúther gat ekki verið sammála þeim. The Swiss reformers were, for example, very disappointed when they learned that Luther did not agree with them. Þeir nefnilega litu á að þeir væru að starfa í sama siðbótaranda og Lúther. Because they thought they were working in the same Reformation spirit as Luther. Það sama má til dæmis segja Anabaptistana í Hollandi The same can be said about Anabaptist in the Netherlands og síðan þannig koll af kolli. and many others. Það undarlega við þessa trúarsögu hvað hún endurtekur sig oft í sögu mótmælenda The trúarinnar. interesting thing is how often this is repeated in the history of Protestantism. Þegar einhver í mótmælenda trú hefur sett fram einhver nýsannindi sem fara umfram það sem honum var kennt, When someone in Protestantism brings up an idea that goes further than what they have thought before, þá reynist svo erfitt að fá hina í hópnum til þess að fylgja sér, then it's really difficult to get the rest to follow. svo að viðkomandi neyðist oft til þess að skapa sinn eigin hóp sem þá nýr enn og aftur. So people often end up just creating a new church around those new ideas. Þessa hugmynd hægt að þræða í mismunandi áttir í gegnum söguna, We can take this idea and look at it from many different angles, en það hægt auðveldlega rekja hana frá meginlandi Evrópu til Bretlandseyja og síðan til nýja heimsins. but there is a thread from Europe that goes to Great Britain and then to a new world. Og þetta þráður þeirra mótmælenda sem alltaf að taka eitthvað auka skref sem óvinsælt og þurfa þá alltaf að færa sig set frá gamla hópnum sínum. And this is the journey of pioneers or people that have new ideas that are not widely accepted and they have to move further to new places. Það eru margar enskar kirkjur og bandarískar kirkjur sem að höfðu og kannski hafa þessa sýn á kirkjusöguna. There are many English churches and American churches that have this view on church history. Og hér voru og eru sjöundadagsadventistar engin undantekning. And
Seventh-day Adventists are no exception. Hér má til dæmis nefna ummæli White siðbótina í deilunni miklu. And here we can, for example, mention Ellen White's comment on the Reformation from the Great Controversy, Sem hennar aðalverk kirkjusöguna. which is her work on church history. Og ég ætla að lesa þetta hérna í hraðheitum og síðan rétta Elísu bara enskuna bókstaflega. Og þetta hljóðar svona. Siðbótinni var ekki lokið með starfi Lúthers eins og margir halda. Henni verður haldið áfram allt til enda veraldar. Lúther átti mikið verk að vinna með því að varpa til annara ljósinu sem Guð hafði leyft að skína á hann. Þó náði ekki til hans allt ljósið sem jörðinni átti að veitast. Frá þeim tíma, 16. öldinni, fram á þennan dag hefur nýtt ljós sífellt verið að skína á reikninguna og ný sannindi hafa stöðugt verið að birtast. Þetta hérna... Já, auðvitað, það auðvitað. The Reformation did not, as many suppose, end with Luther. It is to be continued to the close of this world's history. Luther had a great work to do in reflecting to others the light which God had permitted to shine upon him, yet it did not receive all the light which was given to the world. From that time, Luther's time, 16th century, to this, new light has been continually shining upon the scriptures, and new truths have been constantly unfolding. Þetta segir White sem sagt siðbótina. Yeah, this is what Ellen White says about the Reformation. Og hún segir að þessi siðbót haldi stöðugt áfram, alveg fram að endalokum sögunar. And she says that this Reformation will continue all the way to the end of the world. Í deilunni miklu rekur hún þessa sögu til Millerita og síðan til sjöundadags aðventista. In the Great Controversy, she traces this movement to the Millerites and then to the Seventh-day Adventists. Og síðan ennþá lengra því hún segir að muni verða mikil endurvakning sem muni ljúka siðbótinni í þessari jarðnesku sögu. And even further, because there will be a great awakening that will finish the Reformation. Hér hrapa margir aðventistar að ályktunum. Many Adventists jump to conclusions at this point. Og hugsa, já, White þá að segja and think, okay, White is saying að við aðventistar, við erum andlegir arftakar Lúthers. That we Adventists are the spiritual heirs of Luther. Við erum nýjasti kaplinn í þessari sögu sem hægt að rekja beint frá honum inn í kirkjun okkar. And we are the new chapter in this history of the Reformation. En því miður raunveruleikinn kannski örlítið margsklungnari en það. But unfortunately, the reality is a little bit more complex than that. Því að sagan hættir ekkert að endurtaka sig á einhverjum vissum tímapunkti. Because history doesn't just suddenly stop to repeat itself. Henn alveg sama þótt að einhver nýkirkja hafi verið stofnuð eða ekki. History doesn't care if a new church is formed or not. Rétt eins og hver trúarhópur stoppaði á sannleiksgöngunni á undan aðventistum, þannig hafa aðventistar gert það líka. Interesting. Já, þetta hörð setning og erfitt að kynkja svo ég lesa hann aftur. Rétt eins og hver trúarhópur stoppaði á sannleiksgöngunni eða á siðbótinni á undan aðventistum, þannig hafa aðventistar líka stoppað sinni göngu. Yes, so just as other churches and movements have stopped in their continual reformation, so has the Adventist Church also. Íhaldsamir aðventistar Conservative Adventists eru einmitt það. Íhaldsamir. Are exactly that, conservative. Og rétt eins og hópanir á undan þeim reynist þeim auðveldara að verja trúna. And just like groups before, it's maybe easier for them to defend their faith. Heldur en að feta áfram sannleiksbrautina og þroska siðbótina áfram. Than to continue in the journey of faith and becoming more mature in the Reformation. Á þann hátt eru íhaldsamir aðventistar ósamkvæmari sjálfum sér en til dæmis frjálslyndir aðventistar. In that way, conservative Adventists are maybe less... No maybe, ég sagði ekki maybe. Okay, I'm sorry. Can you translate this sentence? Nei, hérna... Á þann hátt eru íhaldsamir aðventistar ósamkvæmir sjálfum sér en frjálslyndir aðventistar. In that way, conservative Adventists are not true
not as true to themselves as liberal Adventists. Frjálslyndir aðventistar halda því ekki fram að þeir trúi hverjum einasta bókstaf í Biblíunni og að þeir líti á White sem endanleg rök í hverju máli. Liberals don't claim to believe that every word in the Bible is true and that Ellen White is an end-time prophet. En íhaldsamir aðventistar segjast gera það. But conservative Adventists claim they do. En fara þó ekki eftir því sem að Biblían og White segir. But still don't follow what the Bible and Ellen White say. Ég veit að einhverjum finnst þetta kannski vera ósanngjarnt, svo ég skal útskýra með einni tveim setningum hvað ég á við hér. I know that some people will find this an unfair comparison, so I'll explain a little bit more. Við litum á að lúterska kirkjan ekki beinlínis andlegur arftaki Lúthers. We looked at how the Lutheran Church is not really a spiritual successor of Luther. Hvers vegna ekki? Why not? Vegna þess að það að halda í nafn ekki nóg til að kallast sannur andlegur erfingi einhvers. Because holding to a certain name doesn't really mean anything. Íhaldsamir lúterskir Conservative Lutherans, geta þeir talist vera arftaki Lúthers? can they be considered successors of Luther? Ef maður lítur á að Lúther hafa haft 100% rétt fyrir sér, þá, já, sennilega. If you think Luther was 100% right, then yes, maybe. En ef maður lítur svo á að Lúther hafi verið að fylgja vissum prinsipum, But if you look at it in a way that Luther was following certain principles, þá maður sannur erfingi Lúthers ef maður fylgir sömu prinsipum then you're a sjálfur. true heir or successor of Luther if you follow the same principles. Það voru ekki endilega réttrúnaðar lúterskir sem voru arftakar hans, It was not necessarily Orthodox Lutherans that were his successors, heldur allir þeir mótmælendur sem dirðust að halda áfram í leit sinni að sannleikanum. but the reformers that continued on the journey of searching for the truth. Það nefnilega miklu auðveldara að verja einhverjar trúarskoðanir It is much easier to defend certain beliefs heldur en að vega þær og meta. than to evaluate them and consider them. Rannsaka Biblíuna fyrir sjálfan sig, Study the Bible for yourself, láta leiðast af anda sannleikans og fylgja honum. be led by the Spirit of God, and follow him. Svo það stundum, svo hér komum við að niðurlagi mínu í dag. So here's my conclusion. Við höfum reifað 3 mögulega arftaka Lúthers. We've looked at 3 possible successors, Það lúterska kirkjan, the Lutheran Church, síðan íhaldsamir lúterskir conservative Lutherans, og síðan þeir sem í anda Lúthers leitast við að fylgja Biblíunni af öllu hjarta. and those who in the spirit of Luther aim and try to follow the Bible. Það stundum erfitt að greina þarna á milli í hvaða flokki maður Sometimes difficult to distinguish between these. En af öllum þessum 3 flokkum þá held ég að sé göfugast og sannkristnast að vera í 3. flokknum. But of these options, I believe it is the most noble and true Christian to be in the 3rd group. Svo í síðustu þankar það, My last thought on this, ef þið langar að vera í þessum 3. flokki, if you would like to be in this 3rd group, þannig að það ætti að gera margt, en þá til dæmis hægt að benda á það hvað White kallar 27. kaflan í deilunni. then we can, for example, look at what Ellen White writes in the 26th chapter of the Great Controversy. Hann kallaður siðbótarstarf. The chapter is called The Work of Reformation. Þessi kafli siðbótina á hinum síðustu dögum. This chapter is about the Reformation in the last days. Og hvað haldið hann sé What do you think it is about? Hann hvíldardaginn. It is about the Sabbath. Og tengingu hans við uppáhaldsefnið hans Lúthers, réttlætingu fyrir trú. And the connection of the Sabbath with righteousness by faith, which was Luther's favorite topic. Kannski góður staður fyrir okkur eða ykkur, eða þig, ég veit ekki hvað kameru ég á að horfa. Maybe it's a good place for us, or you, or yes, you individually, Að byrja þar. to start there. Annar möguleiki að taka Biblíuna og lesa hana fyrir sjálfa sig. Another option is to take the Bible and read it for yourself.
Ekki með endalausum vídeóum og bókum og blöðum. Not with endless books and videos and magazines. Og ekki með því að horfa á efni Biblíuna eða hlusta á efni Biblíuna. And not by watching or listening to material about the Bible. Heldur bara að lesa Biblíuna sjálfur. But just to read the Bible itself, yourself. Því að á endanum, because in the end, að lesa Biblíuna, reading the Bible, að skilja Biblíuna, understanding the Bible, og að fylgja Biblíunni, and following the Bible, það besta leiðin til þess að vera sannur arftaki Lúthers. is the best way to be a true successor of Luther. Ég þakka ykkur áheyrnina. Thank you so much. Og eigið góðan hvíldardag. Have a happy Sabbath. Þá ætlum við að syngja sálm nr. 201, Blíðlega laðandi. Þakka ykkur kærlega fyrir samverun í dag og við sjáumst svo bara aftur í næstu viku, næsta hvíldardag í kirkju 7. dags aðventista í Reykjavík. Og ég bið Guð að blessa ykkur og hann mætti vera með okkur öllum þessa viku. Takk fyrir í dag. Og nú ætlum við að hlýða á blessunarorð. Blessunarorðin í dag eru tekin frá öðru Korintubréfi 4. kafla sem var kaflinn fyrir ritningarlesturinn í dag og ég ætla að lesa þetta bara á ný því að þetta til hvers einasta manns.
Ekki predikum við sjálfa okkur heldur Jesú Krist sem drottinn, en sjálfa okkur sem þjóna ykkar vegna Jesú. Því að Guð sem sagði, ljós skal skína fram úr myrkri, hann lét það skína í hjörtu okkar til þess að birtu legði af þekkingunni á dýrð Guðs eins og hún skín frá ásjónu Jesú Krists. En þennan fjársjóð höfum við í leirkjörum til þess að ofurmagn kraftarins sé Guðs en ekki frá okkur. Ég vona að allir finni þá gæfu og trú til þess að taka þessi orð persónulega til sín. Amen.